Hér bara með hendina á og þessi ekki eðlilega tengdur eða þannig að hann með túrloka og reykjumloka sem ekki unnum en ég setti þetta í sýningarstöðu. En þetta túrloki, hann alltaf að ofan. Það sem vatnið kemur inn í ofninn, kemur heitt inn á ofninn, fer út á honum hérna niður í svo stilliti. Ofninn byrjar að leka og byrjar að skrúfa fyrir ofnlokan, tekur hettuna af stillitíðinu, stundum þarf að nota töng eða skiptir ekki láta. Yfirleitt flatt venjulegskrúfjan eða sexkantur. Svo skrúfum við fyrir. Þetta bara eins og að opna að loka kók. Venjuleg svona samt. Loka fyrir, þá ertu búin að koma í veg fyrir að meira vatn komist inn á ofninn. Það margir sem flaska á því að þó þú búin að skrúfa fyrir ofninn, þá heldur hann áfram að leka því vatni sem ennþá á. Skoðum núna túrlokum. Ef við ætlum að skipta termostatið eða hitastillinn á honum, þá hann smeltur á. Snýr hérna og algengast að fólk komur svo ekki aftur á. Það að spenna upp á nýtt. Þetta við höfum danfarslokk. Og kemur hérna á. Þú má sjá á lokanum, hann gengur bara 1 upp í 5 og það sem að túrlokin hefur fram yfir aðra loka að þegar þú ert búinn að stilla hann á 2,5 og því finnst hitastigið gott á því bili, segjum 20 gráður inni hjá þér, þá hann lofthitastýrður, sem þýðir það að hann keppist við það að halda því hitastigi í rýminu. En hann fer alveg í rugl ef það sett yfir hann eitthvað eins og alveg uppað eða gardínur fyrir og þá bara rosalega heitt og kósí hjá honum og herbergið verður skítkalt. Hér höfum við hér á lokanum höfum við svokallaða P-bandstilli. Það rauninni bara magnstillir á hámarks vatnsmagni. Það er sennilega svolítið erfitt að sjá það, en hann í N, eða nútral, og svo gengur hann frá 1 og upp í 7. Og þið getið skoðað sýnilokar sem ég ætla að láta ganga sem að útskýri betur hvernig það virkar. En það í rauninni bara, þetta hámarks magnstilling og stundum þeir lágt stiltir, nú þessi stiltur á 3 og allt í einu hættir hann að virka. Það bara saman hvað gerir, ofninn hitnar ekki, þá getur þú tekið og snúið bara. Það getur oft bara setið smá drulla í og þó það endir aftur á sama stað, þá ertu búinn að opna fyrir og hleypa drullunni í gegn. Ja, getur gerst, réttara sagt. Og hér paktósinn, ég ætla að fara betur yfir hann á eftir þegar ég búinn að fara yfir returlokan. Eitt að taka fram, túrloki má aldrei standa upp í loft. Það kemur hitinn hérðan og upp undir hann. Túrlokiðin frágenginn svona, þá svo býr bara til að koma laga af því að hann aldrei virkar rétt svona. Hann verður fram, ef hann sem niður, fyllist paktósinn af rusli og sama. Hann á bara að vera svona, svo til aðra típu, svo til ökólokar, þá kemur hann inn í endan. Það hann eitthvað. Hér höfum við returlokar. Hann vatnshitastýrður. Hann sem því að hann virkar á sömu fræðum og vatnslási bíl. Þannig að hann nemur hitastigið á vatninu út af ofninum. Og yfirleitt þegar maður miðar við það að reyna að ná því út ca. 20 gráður, þá maður að ná bestu nýtninni út úr vatninu. Hér höfum við þennan típiska loka sem allir ættu að þekkja. Hann gengur frá 1 upp í 8 og þó það sé ekki alveg beint samband þar á milli að þá það það bil þannig að þetta 10 gráður returhiti, 20 returhiti, 30 og upp í 80 sem náttúrulega mjög óraunhæft og mjög dýrt í rekstri að keyra það of hátt upp. Það sem hægt að gera að stilla hann á 3, það mjög gott óskildi og þá hægt að losa kransinn hérna af
Það gengur svona. Nú ætlum ég að vona að þetta hrynji ekki út allt þegar ég gerir þetta hlið. Hér má sjá skörð, eða hög, réttar að sagt, stýrihög. Og þetta eru 2 hringir sem liggja henni í. Efri hringurinn sá sem stýrir hámarki og neðri lágmarki. Yfirleitt á maður aldrei við lágmarkið, en við getum kroppað upp hámarkið og ef munið að setja hann á 3 og getum snúið honum alltaf til vinstri og lagt hann alveg að þessu hérna haki eða kýl sem liggur hérna í honum. Og hún er búin að stilla hann á. Það þarf ekki að vera alveg upp á millimetri, þetta er ekki það nákvæmt. Svo smellum við hann aftur á 3 og þá er hann kominn þannig að ég get loka fyrir, en hann fer, ég hitt ekki alveg, en hann fer ekki hærra en þetta. Þannig að þó að barn eða, ég vil gamalmenni reyndar, skrúa hann alveg upp og þá fer hann ekki hærra og þá er húsið ekki allt og heitt. Ef það er með tilheyrandi brauðli. Næsta skref er að skoða paktósir. Kannast flestir við það rosa að taka af og ýta á pinnan til að losa, dumpa hann með hamri, ekki gera það. Og ekki toga í pinnan. Það er tusku og því að það kemur alltaf smá vatn. Þetta er 10 mínútur líkill. Þá getum við losa paktósina úr. Þetta er eftir, ef þú er komið með hann svona langt úr og það frussast mikið vatn, skrúa hann tilbaka, hringdi pípara og hætta þetta. Annars getur skrúa hann hingað upp, tekið hann úr. Hér undir er gormur sem að loka sjálfkrafa fyrir. Ef ofninn er gamall og mikið drull í honum, þá er mjög gott að ýta á gorminn, hann er að losa stíflu, en það kemur vatn, það kemur mikið vatn við það. Þannig að vertu sjálfstyrtur eða slepptu þessu. Hér höfum við paktós. Á nýrri ofnum og nýrri tegund er sama paktós í túrloka og í returloka, en í eldri típum er sverari paktós. Mínum að þetta er betri. En það sem gerist með tímanum er sérstaklega á returlokum, af því að fólk breytir svo sjaldan stillingunni nema þegar það er komið frost. Pinninn stendur svona í